stendur andmælt en bókun verður lögð fram skrifleg. Ekki við bókum hann ekki eftir fyrir munnlega. Andmælinni verða bókuð, þannig það allt í lagi bóka það að uppboðsþoli sé mættur og uppboðsþoli sem sagt mótmælir uppboðinu og leggur fram gögn þar að lútandi. Er það ekki rétt skilja mér? Getum við fengið staðfestingu þess að sýslumaður hafni því að bóka mótmæli sem að gerðarbeiðandi vill koma á framfæri? Þá frestum við þessu uppboði til klukkan 9 í kvöld. Til klukkan 9 í kvöld? Já. Þá er það bara kjötsúpa í kvöldmatinu og þú kemur? Nei, það eru mörg uppboð. Ég taldi að þeir menn sem hér væru, vissu hvað væru að snúast. Og það er ekkert mál að fresta þessu uppboð til klukkan 9 í kvöld. Það er alltaf það. En er hægt að fresta því lengur af því að það vantar ákveðin gögn? Nei, það er ekki hægt. Ég bað gögn frá sýslumanni í gær. Það er ekki hægt að fresta þessu uppboði lengur. Þú getur lagt fram og sagt mér hver í hverju mótmæli þín fólki. Ok. Gerðu það? Núna? Já. Stjórnandinn? Nei, þeir eru að hjálpa mér í þessu. Ég er ekki löglegur maður. Ég er það ekki, sko. Möguleika á því að leggja. Ég talaði við marga lögmenn hérna og sagt að það þorði enginn að koma, eða þorði gaf sig ekki í það. Hvað vantar bara? Hvað vantar? Býtu við, hvað var þetta? Gögnir sem þú búin að Við erum rétt yfir þessu. Má ég ekki bara lesa þetta? Ég þarf ekki. Nú notar ekki yfir þetta. Verður bara að lesa upp, það er alltaf leið. Það er bara flott. Þá þarf hann að fara að byrja. Vonarlegt stress er á þessu. Það er að rústa fleiri fjölskyldum í dag. Er ekki allir inn á fínu? Það sem ég kem til með að gera er það að ég er gerðarþoli grandalaust neytandi og er aðstöðumönnum milli hans og gerðarbeiðanda umtalsverður. Byttum við, umtalsverður, já. En er beðið óframkominni gagna vegna málsins sem reyndar er ekki alveg rétt vegna þess að þau kom í morgun en ég hef afskaplega lítið geta kynnt með þau. Þau komu í morgun rétt áður en þau komu frá skrifstofunni þinni. Skilmáli samningsins nauðungarsölu án undangengins og dómskurðar sviptir gerðarþola rétti til neytendaverndar og er því með öllu ósanngjarnt. Tengt mál er til meðferðar kærunefnd greiðsluaðlögumála til að láta reyna á úrlausn vandans en í millitíðinni krafist frestunar uppboðs. Og ég er með bréf til þess að ég ætlaði að afhenda þér hér. Til þín, ég hef afhent í gær lögfræðingi ÖMS þetta bréf. Er þetta það sem ég var að skora á því að leggja fram á það? Ætli það ekki? Jú, það er gott. Svona, ok, fyrir ekki þau. Tengt mál til meðferðar, já, það er ég búin með það. En við á þá bóka líka, Arion banki hefur aldrei fært sönnur á veðréttindi sín og getur því ekki byggt löglega uppboðsheimild á þeim. Lánssamningurum ber ekki með sér upplýsingar lánskostnað samkvæmt lögum neytendalán og er því óheimilt að innheimta hann. Fjárhæð kröfu samkvæmt nauðungarsölu, ég er að vera búnálar, samkvæmt nauðungarsölubeiðni innir heldur hins vegar þann lánskostnað sem óheimilt er að innheimta og er því raun. Verðtryggingar ákvæði lánasamningsins er í andstöðu við ákvæði laga vexti og verðtryggingu og því er óheimilt að verðtryggja hann. Útfærsla verðtryggingar sem lýst í ákvæði samningsins er jafnframt flókin og gerðarþola var óljóst áhrif hennar á lánskostnað. Þú skrifar það ekki? Nei, ég sagði það. Ég geng frá því. Lánið hefur hækkað mikið þrátt fyrir greiðslur af því og stendur nú í x 6% hærra en í upphafi þrátt fyrir að greiðslur af því x ára skeið. Má segja að þar til fólk gafst upp. Sömu athugasemdir má gera við alla þrjá ákvílandi lánssamninga enda hafa þeir sama form og orðalag samningsákvæða. Svo fer ég nú að enda þetta. Sýslumaður af þessu loknu þurfa að kveða upp ákvörðun hvort nauðungarsala nái fram að ganga og ef svo er þá áttu þess kost á þeim tímapunkti hafir það í hyggju að lýsa því yfir þau vilja leita úrlausna héraðsdómara gildi þeirra ákvörðunar. Sýslumaður getur líka tekið einhverja aðra ákvörðun til dæmis ef hún þykja andmælið nógu sannfærandi sem ég vonaði þykji og studd með rökum eða gögnum sem ég voru líka þér þykji að það réttlæti frestun uppboðs að kröfu þinni sem er ég. Eða jafnvel ef svo ólíklega fari að hann fallist á að meinbugir séu slíkir á nauðungarsölubeiðninni að hún sé ótæk og sinni henni fremur af þeim sökum. Ef það síðast nefnda gerist þá þarftu samt eflaust að hefja undirbúning frekari málsvarna því bankinn mun þá reyna að bera aftur, seinna og kannski á eftir öðrum liðum eða með öðrum hætti.
og ég fer hér með fram að þá að óska eftir frekari samþykki tekist fresti alltaf 12 vikum. Punktur. Þá leggjum við þetta fram. Vill